Þá ætlum við að skoða stöðu fornafna og eins og þið vitið þá eru það fornöfn og lýsingarorð sem geta haft stöðu og í raun þetta virkar nákvæmlega eins hvort sem við erum að tala um fornöfn eða lýsingarorð. Sú staða sem við erum að tala um er hvort að orðið er hliðstætt eða sérstætt. Og þegar við tölum um stöðu, hvort sem það er fornafn eða lýsingarorð, þá erum við að tala um það að fornafnið eða lýsingarorðið standi með öðru fallorði, standi með einhverju öðru orði og þrengi merkingu þess eða bendi á einhvern nátt á það. Og sérstæð lýsingarorð og fornöfn eru þá orðin sem geta standa ein og það sem þau eru að lýsa er ekki í setningunni og hliðstæð eru þau sem standa við hliðina á orðunum sem þau eru að lýsa. Og hér sjáum við lista yfir nokkur algeng fornöfn. Fornöfnið allir eða allur eins og það er í eintölu, enginn, ýmsir, sumur sem er eintalan af sumir og hann, persónufornafni hann og svo vitið náttúrulega það eru til fleiri fornöfn. En með því að horfa á þessi fornöfn þá sér maður náttúrulega strax að öll þessi fornöfn geta staðið og standa yfirleitt með einhverju öðru. Það er ef við bara byrjum á enginn, þá segjum að það er engin mjólk til og þá lýsir engin mjólk. Það er að segja að það sé ekki til mjólk. Ýmsir gestir höguðu sér illa í teitinni, þá lýsir ýmsir gestunum. Allir krakkar eru skessuleik. Hann er nú ljóti asninn. Þá lýsir það var hann bæði að lýsa ljóta og asnanum. Og sumir menn þannig hér höfum við dæmi um það hvernig fornöfn virka oft. Þau lýsa og þrengja merkingu einhvers fallorðs. Enginn, mjólk, það er eitt enn. Ýmsir gestir, allir krakkar, hann, ljóti asninn og sumir menn. Öll þessi fornöfn eru núna hliðstæð. Þau eru hliðstæð ef þau standa með orðinu sem þau lýsa. Ýmsir er hliðstætt við gesti, stendur við hliðina á gestum. Allir stendur við hliðina á krakkar. Hann stendur við hliðina á ljóta asnanum. Enginn stendur við hliðina á mjólkinni og sumir stendur við hliðina á menn. Flóknara er þetta í raun ekki. Þannig að ef ég tek hérna dæmi af hliðstæðu fornafni, hliðstætt fornafn og sérstætt fornafn, þá geti til dæmis hliðstætt fornafn verið þetta var ekkert mál. Og sérstætt gæti verið það var ekkert. Fornafnið ekkert sem er bara fornafnið enginn nema hérna að það er bara í hvoru kyni. Hér er ekkert hliðstætt því að það stendur við hliðina á mál, ekkert mál, en það var ekkert er sérstætt því að það vantar, það var ekkert hvað. Og þið sjáum náttúrulega þau ykkar sem eru dálítið góð í þessu að þetta er fornafn og þetta er fornafn líka. Það og þetta eru fornafn. En ef ég hefði undirstrikað hinn eða merkt við þau og beðið ykkur að segja hvort það verið hliðstæð eða sérstæð, þá hefði þið átt að segja að það var ekkert, þar er ekkert sérstætt fornafn og þetta var ekkert mál, þar er það hliðstætt fornafn.
Annað dæmi. Hér er enginn. Hvort er fornafnið enginn, hliðstætt eða sérstætt? Hliðstætt eða sérstætt. Og svarið er að enginn er sérstætt. Því að það kemur ekki fram, hér er enginn hvað. Til að breyta þessi hliðstætt þá var hægt að segja hér er enginn sála eða hér er enginn maður eða hér er bara enginn eitthvað. Það bara koma fram enginn hvað. Flóknara er þetta víst ekki.